Komið sæl og hjartanlega velkomin í guðsþjónustu hérna í Lindakirkju. Það eru ástíðir í kirkjunni, svona bara eins og í árinu. Við erum búin að vera í græna litnum undanfari sem eru sunnudagar eftir 13. En nú er sunnudagur í föstu inngangi sem þýðir að skammt undan eru páskarnir og jólin nýliðin. Svona það bara. Og þess vegna í kvöld ég í fjólublári stólu. Litur kirkjuársins núna framundan fjólublár. Og fjólublár litur íhugunar og yrrunar. Og í raun og veru, kannski finnst okkur það ekki ríma við aðventuna, því litur aðventunar líka fjólublár. En í raun og veru í gamla daga talaði yfirleitt jólaföstu en ekki endilega beinleiðis aðventu. Þá var þetta akkurat tími til þess að íhuga og ganga inn í sjálfan sig og jafnvel að neita sér einhvern góðan mat fram að sjálfri hátíðinni. Þannig að við skulum endilega nota þennan tíma sem við höfum fyrir þessa stórkostlegu upprisu hátíð páskana til þess einmitt eins og veru hvött til hér í kvöld að ganga inn í sjálf okkur, skoða okkur í spegli og vera heiðarleg. En tónlistin ber þess aðeins merki í kvöld líka hvað framundan Við minnumst þess sem að Jesús gerði fyrir okkur á föstudaginn langa og á páskunum. Ég má til með að segja ykkur smá skemmtilega fréttir. Það svo ánægjulegt að það þó nokkuð af fermingabörnum sem að fermast bara núna í vor sem að ekki höfðu verið skírð áður og þau bara voru skírð nokkur í gær og verða svo í næstu viku, þannig að það dásamlega gaman og þetta voru yndislega stundir að fá að upplifa með þeim í gær og bara ánægjulegt að þau vilji svona taka þessa ákvörðun bæði að vera skírð og svo vera fermd. En nú skulum við hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman einfaldlega í upphafsbæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Syngjum saman.
Drottinn, miskunnað oss. Drottinn, miskunnað oss. Kristur, miskunnað oss. Kristur, miskunnað oss. Drottinn, miskunnað oss. Drottinn, miskunnað oss. Þá skulum við rísa fætur. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman. Já, þetta í síðasta skipti fram yfir páska sem við syngjum dýrðarsönginn. Það nefnilega hefð fyrir því á páskaföstunni að svona eiginlega kirkjan neyti sér það að syngja dýrðarsönginn og svona eitt af því sem ég vildi nefna, við kannski þekkjum það í sömu sveitakirkjum að sjá gamla altaristöflu sem er hægt að loka. Og það var hefðin að þeim var lokað á föstutímanum. Og bara þá var þetta bara eins og lokaður skápur, en svo þegar páskarnir komu þá var altaristaflan opnuð og ljómaði í sinni dýrð. En fyrri ritningalestur þessa dags stendur skrifaður hjá Amosi spámanni. Honum mikið niðri fyrir og hér stendur skrifað: Ég hata, ég fyrirlít hátíðir yðar. Ég hef enga ánægju af samkomum yðar. Jafnvel þótt ég færi með brennifórnir og kornfórnir, lít ég ekki við þeim. Né heldur matfórnum yðar af alikálfum. Burt með glamur sálmaðina sem aðeins hávaði. Ég vil ekki heyra hörpuleikðin. Réttvísi skal streyma fram sem vatn og réttlæti sem sírennandi lækur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og pistillinn úr bréfi Páls postula til Efesusmanna. Þar segir hann: Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Biðjið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lýk upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðar erindisins. Boðberi þess ég í fjötrum mínum. Biðjið að ég geti flutt það með djörfung eins og mér ber að tala. Þannig hljóðar heilaga orð. Ég sé þér Drottinn. En þessi orð skrifaði, ég tóku eftir því með fjötrana, þessi orð skrifar Páll postuli til þeirra úr fangelsi. En við skulum þá syngja meira. Og næsta lag einmitt lag eftir hann Guðmund Karl. Hann valdi það ekki sjálfur, heldur valdi ég það núna í þetta skiptið. Því mér finnst þetta svo geggjað lag. Þetta lag heitir Guð og þetta samið á hann Guðmund Karli.
Þá ætla ég að biðja ykkur að rísa aftur á fætur. Við skulum heyra heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og stendur skrifað hjá Markúsi Guðspjallamanni. Þá tók Jesús að kenna þeim. Mannssonurinn á margt að líða. Öldungarnir, æðstu prestarnir og fræðimennirnir munu útskúfa hann. Menn munu lífláta hann, en hann mun rísa eftir 3 daga. Þetta sagði Jesús berum orðum, en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Jesús sneri sig við, leit til lærisveina sinna, ávítaði Pétur og sagði: Vík frá mér, Satan. Eigi hugsar þú það sem Guðs heldur það sem manna Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan, ásamt lærisveinum sínum og sagði: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér. Taki kross sinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu, mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðarerindisins, mun bjarga því. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn en glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þegar mannssonurinn kemur í dýrð föður síns með heilugum englum, mun að blygðast sín fyrir hvern þann sem blygðast sín fyrir mig hjá þessari ótrúu og syndugu kynslóð. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur, og við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þín Drottinn
Já, þessi tími föstunar sem framundan er eins og ég nefndi tími til þess að horfa á sig í spegli. Þá er ég ekki að hugsa að leita bólum eða eitthvað svoleiðis. Heldur er ég að tala að sjálfsögðu á andlegan hátt. Að við skoðum okkar innri mann og speglum okkur sjálf í orði Guðs til dæmis. Og stundum getur það gerst að óvæntar kringumstæður setja mann í það hlutverk að þurfa að spegla sig. Eins og einhvern tíma þegar ég var með fermingarbötum í Vatnaskógi og einhver hópnum spurði mig, var þetta ekki bara lærisveinarnir hans Jesú, voru þeir ekki bara að segja frá honum til að verða okkur frægir? Og svona ég fór að útskýra fyrir þeim, nei, þetta fólk það lét flest lífið fyrir trúna og svo fjöldamargir í frumkirkjunni þurfti að bara voru settir í hringleikahús og fólk tekið af lífi bara að viðslutum fjölda manna og þetta var alveg hörmulegt. Og það eina sem það þurfti kannski að segja, sagði við krakkana, það var bara að afneita Jesú. Segja allt í lagi, þetta var bara tómvitleysa í mér. Nei, það var tilbúið að láta lífið fyrir trúna á frelsarann og þá spyr ein stúlka mig, það myndi þú gera, Gummi Kalli? Og þetta var bara, ég fekk bara svona gæsahúð niður bakið þegar ég hafði aldrei hugleitt þetta. Hvað myndi ég gera í sömu sporum? Já, Jesús og Pétur, þeir taka svolítið á í Guðspjallinu í dag. En ég verð að setja þetta í samhengi, það vantar smá framan á þetta. Áður en kemur að Guðspjallinu, þá nefnilega segir frá því að Jesús fór nú ásamt lærisveinum sínum til þorpanna hjá Sesari við Filippí. Og á leiðinni spurði hann lærisveinana, hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir einn af spámönnunum. Það er að segja spámönnum Gamla testamentins sem bara komin aftur. Og hann spurði þá, en hvern segir þér mig vera? Og Pétur svaraði honum, þú ert Kristur. Og svo segir, og Jesús lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. Skrítið. Hann neitar því ekki að hann sé Kristur, en segir ekki segja neina frá þessu. Og við skulum aðeins átt okkur á aðstæðunum. Sesari Filippí var þorp sem var svona 40 kílómetra norður af Galileuvatni. Það var mjög heillandi staður, svona næs staður að vera á. Svona eins og hálfgert Torrevieja, þetta var svona eftirlaunaþorp fyrir rómverska embættismenn. Og vel að merkja, í Rómarveldi þá var náttúrulega fjölgyðistrú stundu, fólk mátti trúa á hvað sem var, nema svo bara, eins og var svo seinna bara ekki á Krist. Og þarna allt í kring voru fjölmörg musteri og skurðgoð tengd þessari fjölgyðistrú. Og þeir eru að ganga þarna þorpið og bara í þessu samhengi auðvelt að ímynda sér þetta að þeir sjá öll þessi trúarlíkneski og þá spyr hann hvern segir þið mig vera? Hver er ég? Hver er ég, spyr hann. Í kringum öll skurðgoðin og musterinn. Og þá segir Pétur, þú ert Kristur. Það þýðir þú ert Messías, þú ert sá sem að spádómarnir í Gamla testamentinu fjalla þú ert sá sem við erum búin að vera að bíða eftir. Kannski var Pétur búin að átta sig á þessu fyrr, en kannski var þetta honum hugljómun á þessari stundu, við vitum það ekki. Kannski rann þetta upp fyrir honum bara þarna,
En þá varar Jesú við að segja neinum frá hann. Þið getið ímyndað ykkur að það hljóta hafa verið vonbrigði. Hann eiginlega gengst við þessu sem Pétur segir. Og meira að segja segir í öðru Guðspjalli að þetta hefur Guð sjálfur opinberað fyrir þér. En svo máttu þér ekki segja frá þessu. Og hann hélt áfram. Þarna var svona gleðistund, við erum með Krist hérna mitt á meðal okkar, við erum með Messías hérna mitt á meðal okkar, en þá talar hann að mannssonurinn, og það er ekki einhver gaur út í bæ, þegar Jesús talar mannssonurinn þá er hann að tala sjálfan sig. Hann eigi að líða og þjást, og honum muni vera hafnað og hann muni vera deyddur. Og Pétur, sá sem var að segja hann rétt áður, að hann veri Kristur, og Jesús var bara ánægður með svarið og sagði bara ekki segja henni frá þessu. Allt í einu hvað ruglir í þeim? Það verðst ekki að tala svona. Og hann svona ávítaði Jesú, eða átaldi, það er nú aðeins svona, svo hins vegar ávítar Jesús Pétur og með þessum rosalegu orðum, vík burt Satan, þú eiginlega svona sérð bara það sem að manna er en ekki það sem Guðs er. Ég maður hlýtur að skilja Pétur, hann er þarna búinn að átta sig á því að hann er búinn að vera með þarna einhverju andlegri ofurhetju í nokkur ár og sem að hann er búinn að átta sig á og sjálfur Kristur, en hann má ekki segja frá honum og svo segja hann allt í hann eigi að líða og hann verið deyddur og hún har verið hafnað og eitthvað svoleiðis. Auðvitað er þetta afsakið slettuna, þetta er algjört antiklæmaks, hlýtur að vera. Og þess vegna verða þessi skörpu orðastífti milli þeirra. Og það er svolítið sem við eigum stundum erfitt með að sætta okkur við. Jesús segir, allt vald er mér gefið á himni og jörðu, en hann sýnir þetta vald og þennan mátt sinn í veikleika. Honum er gefið allt vald á himni og jörðu en sýnir það í veikleika sínum. Og það er oft erfitt að við viljum helst eiga bara sterkan Guð. Pétur vildi það þarna og þess vegna átti hann erfitt með að taka við þessu. En styrkur Guðs, hann sýnir styrkleika sinn í veikleika og í auðmýkt, eins og Páll postuli sagði svo síðar, í veikleika fullkomnast mátturinn. Og það var þetta fordæmi sem Jesús gefur að þjóna og gefa sjálfa sig fullkomlega. Svo segir hann þetta, það snýr að okkur, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki kross sinn og fylgi mér. Og við verum að muna það að við getum ekki alltaf haft Guð á okkar forsendum eins og við viljum að Guð sé, og nú einmitt fer þessi tími í hönd sem er mikilvægur til að nota, til að hugleiða þetta, til að spegla sjálfan sig í Guðs orði og spegla trúna sína. Þetta er auðvitað svolítið erfiður sannleikur í þessu kafla. Að við viljum sannarlega fylgja vegi Krists, þá er þetta sá sem vill bjarga lífi sínum og glata því og sá sem glata lífi sínum mín vegna og fagnar erindisins mun bjarga því. Og ég hef þurft að spyrja mig oft, sérstaklega eftir þessa spurningu fermingardóttur minnar forðum, hversu langt er ég tilbúin að ganga? Hversu langt erum við tilbúin að ganga fyrir sannleikann? Fekk einu sem alveg svakalega málsáttu páskaeggi. Einu málsáttur sem ég gleym ekki fyrir utan þessi spakmæli sem við þekkjum öll. Hann var svona, það er erfitt fyrir sannleikann að standa nakinn undir hrollköldu ljósi kurteisinnar. Það er erfitt að segja með öðrum orðum, það er svo auðvelt að vera meðvirkur. Hrollkalt ljós kurteisinnar. Það er í rauninni meðvirkning. Maður bara
stendur út í og kann ekki við að segja sannleikana því að það svo dónalegt, þó að það sé eitthvað í augum uppi. Og hvílík dýpt í einni sögu eins og nýjuföddu keisarans. Ég myndi bara að segja henni Kamilu, afastelpunni minni, þessa sögu núna fyrir í vikunni og ég lýsti fyrir henni hvernig var logið að keisaranum og þeir voru að vefa úr efni sem var ekki til en var bara svo fínt að það sást ekki og var bara svo ofboðslega létt að hann fann það ekki á hörundinu og svo þóttist þau vera að sauma og svo var auglýst ríkið að keisarinn ætlaði að sýna nýju fötin sín. Þá brjálaðist hún hlátri, alveg eins og barnið sem sagði sannleikann í sögunni. Keisarinn ekki í neinum fötum. Keisarinn ekki í neinum fötum. Og þetta líka gagnvart því þegar maður ætti kannski að stíga skrefi fyrir þá sem að þurfa manns enn meira með heldur að gefur af sér. Það á svo margan hátt sem við þurfum að spegla okkur í fagnaðarerindinu og í rauninni að það krefst líka af okkur. Þetta ekki bara fögnuður, þetta lífsmáti. Það lag sem ég þykir ofboðslega vænt eiginlega bara svona eitt af mínum uppáhaldslögum sem að ég kynntist þegar ég var út í Noregi á sínum tíma og ég gerði nokkrar atlögur að því að þýða textan. Það þetta Björn Eidsvåg og heitir Kyrie. Heyrist í mikrofónum. Ná gítarinn, ok. Og Kyrie merkir drottin, Kyrie eleison þýðir drottin miskunna þú. Og það, Björn Ingi, ertu með textan? Það bara svo ágætt að sjá hann. Við ætlum að kenna þetta lag betur núna á páskaföstunni. Ég ætlaði samt ákvað að ríða á vaðið með að syngja hann söng og þið með alveg taka undir í viðlaginu þegar þið eru búin að átta ykkur á þessu. Á knjámi jangist eitt og lást með henni blóðugt sveitt. Hver vinur sem þú áttir brást og þau skeytti neitt. Þeir sváfu allir sætt og rótt og svikar baðstu þá að vaka þessa vondu nótt og vera þér í nauðum hjá. Hefði ég verið betri vinur þá, vakað og stutt í angist þinni. Þegar blóðið sveittu enni á, aukið þér styrk með nálægð minni. Dæmdur þú til dauða varst, þeim dómi fagnað var. Þú hrakinn kvalinn háðum varst og hatur manna þar. En sárust voru svikin hans sem seldi þig á laun og einnig höfnun annars manns af óttanum við sömu raun. Hefði ég verið betri vinur þá, vakað og stutt í angist þinni. Þegar blóðið sveittu enni á, aukið þér styrk með nálægð minni. Ég brugðist einnig oft þér á ævi minna leið. Mitt hjarta lokað ískalt þó aðrir líði nei. Af eigin girni auga mitt nefni þjáning sé. Svo boðið mikla þetta þitt að þjóna öðrum gleymist mér.
held þetta sé í fyrsta skipti sem klappa fyrir predikun hjá mér. En hún ekki búin. Enda á ég að sjálfsögðu að segja að dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Og eitt sem ég var bara komin hálfa leið með að segja, ég gerði nokkra tilraunir til þess að þýða þennan texta svona tíma og gafst upp á honum. Ég leitaði þá til Lilju heitinnar Kristjánsdóttur, frænku minnar, sem á nú fjölda sálma í sálmabókinu sem við syngjum marga hverja. Og hún gerði þessa þýðingu eiginlega fyrir mig á þessu fallega lagi. Já, en þá komið að því að syngja annað fallegt lag sem Katrín Valdís Hjartardóttir ætlar að leiða okkur í. Það lag sem heitir Jesaja 53 og eftir mannin sem situr við hörpuna þarna, sem við heyrðum að vísu í ritningalestunum að Guði þætti hundleiðilegt, þetta glamur hörpunar. Þetta náttúrulega fyrst og fremst fjallar það þessi texti að vera heiðarlegur og réttlátur og réttsýnn, en ekki eitthvað sjó. Einmitt, ég skildi það þannig. Já, einmitt, þú tókst þetta ekki til þín. Nei. Gott. Trúað á, tekið mótið því að Guð almáttugur kæmi í minn barns. Mikill var hann fyrir mann að sjá, mörgum þótti svo lítið hann. Fæstir könnuðust við þess konar mann, eins og lítið lamb var hann leiddur út, hann var sakfelldur fyrir mín brot. Særður var, sleginn fast, Krýndu þyrnum á kross.
Þá skulum við eiga bænastund, það verða kveikt ljósin hérna fyrir ofan bæna allsberðið og það er búið að koma fyrir borðum þar sem er hægt að skrifa bænarefni sín á og eins er kjörið að kveikja á ljósi fyrir eitthvað sem að hvílar á hug okkar og það er beðið fyrir þessu bænarefnum alltaf á 50-dagsmorgnum hér og velkomið að bætast í bænahópinn 50-dagsmorgna klukkan 9. En svo skulum við syngja saman á meðan bænasöng Jesús þig við lofum og þér lútum og svo lýkur bænastundin á því að við byggjum saman Faðir vor. Drottinn enginn jafnast á við þig, þú mætir okkur á mildi mætir okkur eins og við erum, þekkir bresti okkar, kosti, hjá okkur í gleði og sorgum og þú þekkir bænarefnin sem hafa stigið upp til þín, sem að kannski liggja á hjörtum hér. Biðjum að mæta okkur eins og þú einn getur. Blessaðu okkur öll og áhyggjur okkar og gleði hversdag. Vertu nálægur þar sem að eru stríð.
minnt okkur á þegar við komum illa fram eða þegar við getum rétt betur hjálparhand en við gerum. Og gefa okkur náð til þess að spegla okkur í þeirri lind sem þú ert. Við felum þér okkur sjálf og allt það sem á okkur hvílir í bæninu sem að þú kendir og byggjum saman einum rómi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég vil nú eiginlega biðja þig afsökunar á því, Óskar, ég glemdi því hérna í byrjun að blessun og heiður. Það var nú sungið til heiðurs mikilli gospelstjörnum. Það eru 4 vikur síðan við kvöddum Richard Smallwood og við sungum þá Total Praise og svo í síðustu viku lést hann Ron Kenoly, það er ekki allir sem þekkja hann. Hann var svona frumkvöðull í lofgjörðartónlist á Íslandi í heiminum. Gáð fullt af plötum og svona var svolítið upphafið af þessari lofgjörðartónlist sem flæddi allan heim. Og hann samdi þetta sem var sungið upp á blessun og heiður. Áttur fyrsta lagi meðal annars og fullt af lögum og hann verður jarðsunginn núna á föstudaginn. Akkurat. Við vorum að heiðra hans minningu Ron Kenoly ef einhver er áhuga á YouTube. En þá er komið að því að við rísum á fætur og þykjum blessun Drottins. Drottin blessi þig og varviti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Og þá er komið að því að við skulum bara fá okkur sæti og njóta þess að Gísli ætlar að koma hérna fram og leiða okkur í söngnum Jesús er svarið, Jesus is the answer. If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past that seem to face you every day, there's one thing I know for sure: Jesus is the way. Let me hear you now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your sky's been dark and you think the sun won't shine. In case you don't know,
I'm here to tell you that the word of God is true, and everything that he promised, he will do it for you. Let me hear you now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus, He is the answer for the world today. Above Him there's no other. Oh, Jesus, He is the answer for the world today. Jesus is the way. Let me hear you know. Jesus is the answer for the world today. Above Him there's There's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer For the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. 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 Staldri endilega við og fá okkur kaffi nú eftir en förum í friði Guðs og þjónum drottni með gleði.